Góðan daginn og velkomin á fund bæjarstjórnar nr. 389 sem haldinn hér í Bæjarstjórnarsal 2. júlí 2020 og hófst á klukkan 5, klukkan 17. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magdalsdóttir, Lárus Asmar Hannesson, Hildur Lára Ævarsdóttir, Theodóra Matthíasdóttir, Erla Friðriksdóttir, Jakob Björgvin Jakobsson, Þóra Stefánsdóttir, Þórarn Jónsson og Jón Sindri Emilsson og svo sem hér talar, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir. Þá göngum við til dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá er fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð hér fram til kynningar, fundargerð fundar nr. 885 frá 12. júní síðastliðinn. Orðið er laust. Lárus, gerðu svo vel. Forseti, í þessari fundargerð í lið nr. 10 er fjallað mögulega aðstoð Jöfnunarsjóðsins vegna sameiningar sveitarfélaga. Þetta hefur nú verið svolítið áhugamál mitt að við hérna á Nesinu næðum að tala saman. Það er mjög breyttar forsendur eftir að COVID brast á hérna í heimsbyggðinni. Ég vildi nú bara koma og fjalla þessum lið að því að ef að það verða fari gegn á haustdögum þessi lög sem hafa verið í smíðum varðandi lágmarksstærð sveitarfélaga og ég vona svo sannarlega að þannig verði það, þá þurfum við að vera búin að setja vinnu í gang og við þurfum að hlera hvort að menn ætli að fara með þetta í gegnum þing og reyna það eða ég fagna þessari tillögu að þetta er ekki eðlilegt í rauninni að sveitarfélög geti verið svona fámenn og það verður að styðja sambandið í því að hvetja ráðherra til þess að koma með sér lög. Það mun einhver á þingi fara gegn þessu en það er þannig og við sem hluti af þessu eigum að setja þetta í gang. Það er gert ráð fyrir peningum í sameiningu, það er til sjóður en forsendunar eru örugglega breyttar eftir að ríkissjóður hefur breyttar forsendur. Þannig að ég vildi nú bara minnast á þetta því að við þurfum hér í þessum sal og þessum í Bæjarstjórn Stykkishólms að taka þessu umræðu. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Jakob, gerðu svo vel. Forseti, þetta mörgu leyti þykja undir með bæjarfulltrúa Lárusi Ásmari og þá stjórn sambandsins sem leggur þunga áherslu á að Alþingi veiti samþykki að veita sérstök fjárframlög til sjóðsins en á sama tíma talandi þreifingar og annarra sveitarfélaga kannski minnt á fyrirhugaðan fund núna í september þar sem umræðuefni sameiningar á Vesturlandi. Og eftir þann fund gerir ég ráð fyrir að frekari þungi verður þá lagður í þessi samtöl sem þau eiga stað í þessu sambandi. Takk fyrir þetta, Jakob. Ef það er ekki fleiri sem kveða sér ljós, þá höldum við áfram. Lið 2 er fundargerð Breiðafjarðarnefndar. Lögð hér fram fundargerð fundar nr. 179, Breiðafjarðarnefndar frá 19. maí 2020. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Þóra, gerðu svo vel. Forseti, varðandi afgreiðslu Breiðafjarðarnefndar hugmyndir að stækkun þjóðgarðsins Snæfellsjökuls, þá telur H-listinn að það þurfi að stíga varlega til jarðar
þegar verið að blanda saman annars vegar stækkun þjóðgarðsins, þar sem einungis fyrirhuguð stækkun á landi til austurs án tengingar við hafsvæði sem hálistinn gerir ekki athugasemdir við og í rauninni fagnar og styður, og hins vegar verndarsvæði Breiðafjarðar og hafsvæða á Breiðafirði. Sérstaklega í ljósi þeirrar umræðu sem skapaðist á íbúafundum Breiðafjarðarnefndar fyrr á þessu ári, þar sem hugmyndir nefndarinnar voru kynntar meðal annars þjóðgarð á Breiðafirði. Við höfum áhyggjur af skorti á samráði og frekari kynningu áður en Umhverfisstofnun hvött til að skoða málið með tilliti til þessa. Eins og stendur orðrétt með leyfi forseta: Breiðafjarðarnefnd vill hvetja Umhverfisstofnun til þess að skoða þjóðgarðinn Snæfellsjökul og framtíð verndarsvæðis Breiðafjarðar í samhengi og með verndun hafsvæði í huga. Það má segja að það hefði verið eðlilegra að íbúar hefðu fengið að segja sína skoðun fyrst, það áður en Umhverfisstofnun hvött til ákveðnar vinnu. Eðlilegra hefði verið að nefndin hefði að minnstakosti lokið fundaherferð sinni sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði með ákveðnu stoppi vegna COVID. Það nokkuð ljóst að fjölmargir aðilar í Stykkishólmi hafa lýst efasemdum sínum það sem kom fram á íbúafundinum hér í bæ og það þarf að taka mið af þeim í störfum nefndarinnar. Takk fyrir þetta, Þóra. Lárus, gerðu svo vel. Forseti, ég taka undir að hluta til hjá henni Þóru varðandi að samráð alltaf af henni góða. En ég held að við sem bæjarstjórn hjá Stykkishólmsbæjar með þennan fallega fjörð hérna fyrir utan, þessi tækifæri sem að liggja í þessari náttúru og þessari einstaka svæði, við eigum fyrst og fremst að vera opin fyrir því að það sé skoðað með hvað hætti við getum nýtt þetta svæði betur. Hvort að samráðið tekið á undan eða eftir einhverju hvatningu finnst mér ekki skipta máli. Við skipta máli að við tökum þessu samræðu og áttum okkur af því að það er svo mikil misskilningur í gangi og þess vegna þurfum við kannski að taka þessu umræðu það að þjóðgarður einhvers konar friðlýsing eða einhvers konar upphafning á náttúru þýði einhverja takmarkanir á nýtingu. Það er ekkert endilega þannig. Síður en svo. Fyrst og ég hef búin að kynna mér þetta mál ágætlega og ég sé gríðal tækifæri í þessu hjá okkur og ég vona að við verðum öll bara opin fyrir því að ræða hvaða möguleikar í stöðunni, það er ekki endilega þjóðgarður en við höfum klárlega að nýta þetta einstaka svæði þegar hvergi annars staðar á landinu og við það var leitað. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Ef það fleiri hverjum sig ljós, þá höldum við áfram. Liður 3, sem fundargerðir stjórnar Hafnasambands Íslands. Það fram hjá fundargerðir fundar nr. 423 og 424. Þetta fram til kynningar og orðið laust. Enginn hver sér hljóðs. Liður 4, fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands. Lögðu hér fram fundargerð fundar nr. 161 Heilbrigðisnefndar Vesturlands sem haldið var í Ráðhúsi Stykkishólms 27. maí árið 2020. Lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn hver sér hljóðs og heldur við áfram. Liður 5, fundargerð bæjarráðs nr. 615, lögð fram til kynningar og orðið laust. Lárus, gerðu svo vel. Forseti, ég vil aðeins vekja athygli á lið nr. 30 þar sem að minnst á sjómannadaginn og það sem var gert hér þó þar og þann daginn í því samhengi og vil nú sérstaklega koma hérna upp til þess að þakka Hafþóri Benediktssyni fyrir hans framlag því hann tók þetta svolítið í sitt fang og fleiri sem kom að. Við höfum tekið þessu umræðu áður og mun taka hana aftur. Við þurfum að standa vörð um þetta þennan dag, þessa hefð, þessa sögu og mér skilst að þessi komin hópur af fólki eða einhverjir aðilar sem munu gera þetta að svona einhverjum alvöru hátíðisdegi að ári og við þurfum að hvetja ekki síst fyrirtæki sem í sjávarútvegi til þess að koma með
í þessa báta og leggjast á árar. Því þetta hefur gegn tíðina verið stór dagur á hverju ári, ekki síst hjá ungu fólki. Við þurfum að kenna því að umgangast hafið og bera virðingu fyrir því og að þetta sé atvinnuvegur sem við þurfum að standa vörðum. Takk fyrir þetta, Lárus. Steinunn Geirsson. Forseti, aðrir fundamenn, ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Lárusi. Við erum mjög þakklátt þeim sem stóðu að sjómannadeginum í ár því að þessi hátíð hefur svona hægt og sígandi undanfarna ár verið að hæglognast út af, ef svo má segja. Ég er sammála Lárusi í því að þetta er skemmtilegt ef vel til tekst og þetta er svona tækifæri fyrir okkur til þess að hjálpast þá að við að rétta úr kútnum. Þarna var bara aðili úr bænum sem steig fram, sem vissulega er með fyrirtæki og getur verið hvatning til annar í leiðinni. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Við erum örugglega öll sammála það, við viljum hafa sjómannadaginn með einhverju sniði og gott er einhverju taka sig til. Og fleiri kveða sér ekki hljóðs, höldum við áfram. Liður 6, safn- og menningarmálanefnd. Lögð hér fram fundargerð, fundarnúmer 110. Lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engi kveðið sér hljóðs, og höldum við áfram. Liður 7, skóla- og fræðslunefnd. Lögð hér fram til kynningar, fundargerð skóla- og fræðslunefndar, númer 176. Orðið er laust. Lárus Ástmar, gerðu svo vel. Forseti, ég vil að koma aðeins að þessari umræðu sem er varðandi opnun eða ekki opnun leikskólans á milli hátíða, milli jól og nýjárs og eins og hefur komið fram í okkar umræðu þá þurfum við að klára þessu umræðu. Við erum búin að taka hana nokkur ári röð held ég og við þurfum að setja þetta í samhengi við rétt og kjarasamninga og setja þetta í samhengi við frídaga mögulega á páskum og sumarfrí. Þannig að við þurfum að lenda þessu máli á farsælan hátt í samstarfi við yfirmenn leikskólans og starfsmenn og fólk sem nýtur þessa þjónustu. Takk fyrir þetta, Lárus. Ef fleiri kveða sig í ljós, þá höldum við áfram. Liður 8, afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Lögð hér fram fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa, lagt fram til kynningar og orðið er laust. Engi kveðið sér hljóðs. Liður 9, afgreiðslufundur byggingarfulltrúa, annar afgreiðslufundur sem sagt, önnur fundargerð, lagt fram til kynningar og orðið er laust. Engi kveðið sér hljóðs, höldum við áfram. Liður 10, hafnarstjórn, fundargerð fundarnúmer 88, fundargerð hafnarstjórnar lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engi kveðið sér hljóðs. Liður 11, beiðni sveitarstjórnarráðherra vegna fasteignaskatta álagningar árið 2021. Lagt hér fram erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 16. júní 2020, þar sem er áframsend beiðni samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, dagsett 27. maí 2020 vegna fasteignaskatts álagningar árið 2021. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 12, bréf frá dómsmálaráðuneytinu, dagsett 24. júní 2020. Lagt hér fram bréf frá dómsmálaráðuneytinu frá 24. júní síðastliðinn þar sem fram kemur að í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið ákveðið að greiða sveitarfélögum vegna kostnaðar við forsetakosningar 27. júní 2020 eins og gert er grein fyrir í bréfinu. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust.
Engi kveðs við ljós. Liður 14, 13 fyrir ekki. Hönnun og útsýnistað í Súgandasegi. Lögð fram auglýsing vegna forvals fyrirhugaða samkeppni hönnun og útsýnistaðar í Súgandasegi ásamt niðurstöðum forvalsins. Lagt fram til kynningar og orðið laust. Jakob Kjartason. Forseti. Kemur upp rétt til þess að greina frá fyrirliggjandi minnisblaði niðurstöðu forvals vegna hönnunar og útsýnistaða í Súgandasegi. Niðurstaða úr forvali á hönnunar og útsýnistaðar í Súgandasegi, þau liggja fyrir. Það liggja fyrir niðurstöðunar og þau teymi sem voru dregin út, en þau voru dregin út á vegum Fíla að vissum trúnaðarmanni í Reykjavík, og það voru hátt í 30 umsóknir og 22 sem voru metnar gildar af þar til bærum aðilum og dregið út í votta viðurvist, og það voru eftirtalin teymi sem voru dregin út. Það er Tendra og Mat, Krats og Sjöherr, Trípoli og Ómar Ingþórsson, Landslag og Gláma Kím, og síðan hefur þessum teymum verið tilkynnt niðurstöður úrdráttarins og fengu síðan send í gær keppnislýsingu vegna hönnunarsamkeppnis, þannig að hún er farin af stað, og samkvæmt þeim tímaramma sem er gefinn þar þá má ætla að niðurstöðu hönnunar og keppninni lýkur þá í byrjun september, og dómnefndin mun hafa 10 til 15 daga held ég til þess að komast að niðurstöðu. Þannig að niðurstöðuna mun liggja fyrir í september næstkomandi. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri kveðja sig til ljós, það heldur árum í dagskrá. Liður 14, bréf frá Umhverfisstofnun. Dagsett 23. júní 2020, þar sem fram kemur að Umhverfisstofnun hafi vinnu við endurskoðun og gerð stjórnunar og verndaráætlunar fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul, en gildandi áætlun rennur út í ár. Lagt fram til kynningar og orðið laust. Engi kveðja sig til ljós. Liður 15, Norðurljósin 2020. Menningarhátíð í Stykkishólmi var fyrst haldin í Stykkishólmi í nóvember árið 2010 og hefur verið haldin annað ár síðan. En hátíðin var sett á fót á vegum safna- og menningarmálanefndar Stykkishólmsbæjar eftir að bæjarstjórn tók ákvörðun að fela nefndinni að stuðla að menningarhátíð í Stykkishólmi. Á 608. fundi sínum fór bæjarráð safna- og menningarmálanefnd að koma með tillögu að starfsnefnd fyrir Norðurljósahátíð 2020 og safna- og menningarmálanefnd lagði til eftirfarandi aðal í starfsnefnd fyrir Norðurljósahátíðina 2020. Hjördís Pálsdóttir, forstöðumaður Byggðasafns Stanfirðinga og Napadaga, Eldfjalla- og Vatnasafns, Sigurður Grétar Jónasson, starfsmaður Eldfjalla- og Vatnasafns, Guðrún Gunnarsdóttir, formaður safna- og menningarmálanefndar, Nanna Guðmundsdóttir, forstöðumaður Amtbókasafnsins í Stykkishólmi, Hólmgeir Þórsteinsson, kennari við tónlistarskólann í Stykkishólmi og starfsmaður Þórunn Sigþórsdóttir. Bæjarráð samþykkti við sitt leyti tillögu safna- og menningarmálanefndar og vísaði henni til bæjarstjórnar. Orðið laust. Lárus Asmar, gerðu svo vel. Forseti, bara aðeins innbráð þessari umræðu sem var í bæjarráði varðandi þetta. Þetta er náttúrulega alveg einvala lið sem er í þessari nefnd og muni gera þetta miklum sóma. Við þurfum aðeins að skoða hvort þetta er rétt að gera þetta svona, þessi meira minna starfsmenn bæjarins sem halda upp í svona hátíð. Við höfum tekið þessu umræðu varðandi danska daga, á bærin takit í fangið, ágerði einhvers staðar í samstarfi. Fyrstu 3 hátíðarnar, það að segja 2010, 14 og 16, voru frambóðin sem að tilnefndu í. Við förum ekki að breyta því núna, en við þurfum einhvern veginn í öllum svona hátíðum, finnst mér, að vita hvort það er ekki kraftur í samfélaginu til þess að taka þátt og bera þetta uppi. Og þessi nefnd mun væntanlega bara auglýsa eftir því og kalla til einhverja sem hafa áhuga. En þetta er búið að vera vel hefnaði dagar og ég veit að það verður áfram.
Takk fyrir þetta, Lárus. Við viljum örugglega hafa Norðurljósahátíð, hún er skemmtileg hátíð. Fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá heldum við áfram. Kjósum kannski með það, sem er áður. Hver eru samþykkið því að fyrirliggjandi tillögur safna- og menningarmálanefndar starfsnefnd fyrir Norðurljósahátíð 2020 og hver eru samþykkið þessar tillögur? Og það er samtíð samhliða. Liður 16, gjaldskrá fyrir slátt og hirðing og grasi fyrir 11 örorkulífeyrisþega. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn á 615. fundi sínum að samþykkja fyrirliggjandi gjaldskrá. Orðið er laust. Þá legg ég þessa gjaldskrá fram til samþykktar. Hver er samþykkið þessa gjaldskrá? Og það er samþykkt samhliða. Liður 17, gjaldskrá tónlistarskólans. Miðað við fjárhagsáætlun ársins er sett fram tillaga að skólagjöld taki hækkunum í samræmi við lífskjarasamninga frá fyrri gjaldskrá fyrir skólaárið 2020 til 2021. Skóla- og fræðslunefnd telur að 3% hækkun og gjaldskrá geti náð því markmiði og er þá horft til þess að engin hækkun hafi farið fram eftir áramót á þessu ári. Hækkunin geti numið 2,5% gjaldahækkun fyrir hluta skólaárs og 3,5% á seinni hluta skólaárs. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að hækkun á gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms í samræmi við afgreiðslu skóla- og fræðslunefndar. Orðið er laust. Engi kausi ljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að hækkun á gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms í samræmi við afgreiðslu skóla- og fræðslunefndar. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 18, innkaupareglur Stykkishólmsbæjar. Lögð hér fram drög að innkaupareglum Stykkishólmsbæjar. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi innkaupareglur. Orðið er laust. Engin kveðsi ljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi innkaupareglur Stykkishólmsbæjar. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 19, verklagsreglur Regnbogalands. Umsjónarmaður Regnbogalands lagði til á fundi skóla- og fræðslunefndar nr. 173 að útbúnar við verklagsreglur fyrir Regnbogaland þar sem kemur skýrt fram hversu mörgum nemendum hver starfsmaður má sinna. Bæjarráð fól í kjölfari skólastjóra grunnskólans í Stykkishólmi og umsjónarmanni Regnbogalands að vinna að og útfæra slíkar reglur. Skóla- og fræðslunefnd samþykkti fyrir sitt leyti tillögu að verklagsreglum fyrir Regnbogaland á 167. fundi sínum. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi verklagsreglur fyrir Regnbogaland. Orðið er laust. Engi kveðsi ljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi verklagsreglur fyrir Regnbogaland. Hver er samþykkið þessu? Það er samþykkt samhliða. Liður 20, gjaldskrá fyrir afnot á húsnæði Amtbókasafns. Framlagt hér minnisblað forstöðumanns Amtbókasafnsins vegna gjaldskrár fyrir afnot af húsnæði Amtbókasafnsins í Stykkishólmi. Bæjarráð vísaði á 610. fundi sínum minnisblaðinu og umfjöllun gjaldskrár safnsins til frekari umfjöllunar í skóla- og fræðslunefnd og jafnframt til umsagnar í safna- og menningarmálanefnd. Safna- og menningarmálanefnd gerði á 110. fundi sínum ekki athugasemdir fyrir sitt leyti við fyrirliggjandi tillögu gjaldskrá. Skóla- og fræðslunefnd samþykkti á 176. fundi sínum fyrirliggjandi tillögur að gjaldskrá fyrir sitt leyti og lagði til við bæjarstjórn að gjaldskrá vegna útleigu á húsnæði Amtbókasafnsins í Stykkishólmi verði samþykkt í samræmi við fyrirliggjandi minnisblað. Bæjarráð samþykkti fyrir sitt leyti tillögu skóla- og fræðslunefndar og vísaði henni til bæjarstjórnar. Og orðið er laust. Engin kveðsi ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu skóla- og fræðslunefndar gjaldskrá fyrir afnot á húsnæði Amtbókasafns. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 21, girðing á lóðamörkum við Borgarfljót 7. Sigurður Rúnar Oddsson sækir leyfi til þess að fá að reisa girðingu á mörkum lóða Borgarfljót 7 og opin svæðis í eigu Stykkishólmsbæjar. Girðingin á að vera 1,80 metrar á hæð og staðsett á lóðamörkum. Á öðrum afgreiðslufundi byggingafulltrúa gerði byggingafulltrúi Stykkishólmsbæjar fyrir sitt leyti ekki athugasemd við að reist verði girðing á lóðamörkum
en bendir á að sækja þar leyfi sveitarstjórnar Stykkishólms sem lóðarhafa aðliggjandi lands ef girðing er staðsett nær lóðamörkum en sem nemur hæð sinni og fylgja þar reglum hæð og fjarlægð frá lóðamörkum. Erindunum var því vísað til afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið er laust. Engi kveðið sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir girðingu á lóðamörkum í samræmi við erindið. Hverju eru samþykkir þessum? Og það er samþykkt samhliða. Liður 22. Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Lagður hér fram lánsamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga ásamt viðaukum vegna láns til Stykkishólmsbæjar að fjárhæð krónur 100 milljónir til fjármögnunar og fjárfestingum samkvæmt framkvæmdaáætlun 2020. Liggur fyrir tillaga að bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykki að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 100 milljónum með lokagjalddaga þann 5. júlí 2035 samanber viðauka 1. Það vil lesa þetta, vilt tala þetta? List tillöguna. Já, vil lesa þetta. Lántaka Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2020. Vextir á breytilegum lánum hjá Lánasjóðnum eru 1,6 raunvextir þessa mundir. Lagður fram lánsamningur nr. 2007/61 ásamt fylgigögnum milli Lánasjóðs sveitarfélaga sem lánveitanda og Stykkishólmsbæjar sem lántaka í samræmi við fyrirliggjandi fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2020. Stykkishólmsbæ býðst krónur 100 milljóna langtímalán hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF með jöfnum afborgunum til 15 ára verðtryggt með 1,60% vöxtum. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 100 milljón króna. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til fjármögnunar á gatnagerð, framkvæmdum við grunnskóla, hjúkrunarrými og öðrum framkvæmdum sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Jakob Björgvin Jakobssyni veitt fullt og takmarkað umboð fyrir hönd bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar að undirrita lánssamninginn við Lánasjóð sveitarfélaga samkvæmt framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari. Orðið er laust. Og enginn hversu ljós. Hverjir samþykja þessa lántöku? Og það er samþykkt samhliða. Liður 23. Hrokkelsaveiðar á innanverðum Breiðafirði 2020. Fyrir bæjarstjórnin lögð fram ályktun 387. fundar bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar dagsett 7. maí 2020 hrokkelsaveiðar á innanverðum Breiðafirði 2020. Bókun 3. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar og bókun 613. fundar bæjarráðs Stykkishólmsbæjar sama efni ásamt reglugerðum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra nr. 407/2020 og 455/2020 hrokkelsaveiðar árið 2020. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fundaði framhaldi ályktun bæjarstjórnar fyrirkomulag hrokkelsaveiða sumarið 2020 með grásleppusjómönnum sem hafa leyfi til grásleppuveiða við innanverðan Breiðafjörð í sumar þann 13. maí 2020 í Stykkishólmi. Þá hvatti bæjarráð Stykkishólmsbæjar á fundi sínum þann 14. maí 2020 ráðherra til þess að útfæra fyrirkomulag grásleppuveiða sumarið 2020 í samræmi við vilja grásleppusjómanna á fundi þeirra með ráðherra þannig að ekki þurfa að koma til ólympískra veiða 20. maí. Í framhaldi af fundi ráðherra í Stykkishólmi og hvatningu bæjarráðs gaf ráðherra út breytingu á reglugerð hrokkelsaveiðar á árinu 2020 dagsetta 15. maí 2020. Í fyrirliggjandi ályktun frá bæjarstjórn og atvinnu- og nýsköpunarnefndar Stykkishólmsbæjar er bent á að full ástæða þykir til að draga í efa reiknistuðla Hafrannsóknastofnunar við uppreikning á tunnumagni fyrir ára sem leiddi til skerðingar á ráðgjöf stofnunarinnar á leyfilegu heildaraflamarki í ár. Hafrannsóknastofnun hefur nú að gefnu tilefni endurskoðað tímaröð landanna grásleppu sem notuð við ákvörðun vísitölu veiðihlutfall við fiskveiðiráðgjöf og hækkað ráðlagan heildarafla á grásleppu vertíðin 2020 úr 4.646 í 5.200 tonn samanber fyrirliggjandi skýrslu Hafrannsóknastofnunar sem er framlagð.
Bæjarráð fagnaði á 615. fundi sínum endurskoðun Hafrannsóknastofnunar á útgefinni ráðgjöf vegna grásleppuveiða og vísaði málinu til bæjarstjórnar. Orðið er laust. Lárus Ásmar, gerðu svo vel. Forseti, við fáum aftur til umræðu hérna stöðuna á hrognkelsaveiðum á innanverðu Breiðafirði. Þetta er risastórt mál fyrir okkur og hérna ég hef nú gert grein fyrir mínu skoðunum í þessu og ætla að gera það hérna aðeins aftur. Leið og ég vísa bara í málflutning minn á síðasta bæjarstjórnarfundi og bókun þar að lútandi. Það er vitnað hérna í afgreiðslu bæjarráðs á fundi nr. 615 þar sem að það er fagnað að Hafrannsóknastofnun endurskoði útgefna ráðgjöf. Hafrannsóknastofnun á að vera vísindastofnun og hún breytir mati á einhverjum mjög sérstökum forsendum. Hún fer aftur í að meta þetta af því hún fær einhverja pressu. Ég bara muni ekki skrifa undir að fagna einu en einu í sambandi við þetta mál allt saman. Þetta er algjörlega ömurlegt hvernig hefur verið gengið á þetta samfélagi þessu máli af ráðherra og auðvitað munu þeir fara eitthvað í að breyta þessu og vonandi að svæði skipta fótanum eða eitthvað slíkt. Ég vil bara ítreka mína skoðun á því að þarna er verið klárlega að pína þetta í kvóta og það mun hafa að mínu mati verulega neikvæð áhrif á okkar samfélag til lengri tíma. Það eru margir sem tengjast þessu í samfélaginu og þetta hafa verið tekjur sem hafa dreifst mig víða og gert okkur mikið. Ég get ekki fagna því að við fórum að fá 15 daga í staðin fyrir 44. Þetta er bara ekki gott mál og hérna við þurfum að vera á verði og við þurfum að láta í okkur heyra þannig að það verið staðið vörðum að svona laga gerist ekki aftur og það þarf ekki að fara í kvóta til þess. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Ásmar. Fleiri sem kveða sér ljós? Jakob, gerðu svo vel. Forseti, það sem liggur fyrir þessu fundi hér er einungis þessi nýja endurskoðun Hafrannsóknastofnunar og er hún í anda þess sem að bæjarstjórnin benti á í byrjun maí. Þarna er Hafrannsóknastofnun í raun og veru að breyta sinni ráðgjöf með tilliti til athugasemda sem bæjarstjórnin gerði á fundi sínum í byrjun maí. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd Stykkishólmsbæjar gera athugasemdir einnig við á sínum fundi og fjölmargir aðilar hafa bent jafnframt á afmarka atriði sem snýr að annars vegar að ráðgjöf í tengslum við umreikning tunnufjölda í magn óslægðra grásleppu fyrir tímabilið 1985 til 2007. Þar sem stofnunin ráðleggur nú 2500 tonn í stað þeirra 4646 tonna sem ráðlagt var áður. Og hér hafa margir lagt hönd og vogarskálarnar til þess að ná þessari breytingu í gegn og á þeim forsendum telja að bæjarráð hafi fagnað þessari breytingu því þarna var verið að koma til móts við þær ábendingar sem hafa berist. Það er óskilt mál hins vegar kvótasetning eða það er ekki með því verið að segja heldur að þetta sé svo ráðgjöf sem eigi að vera til frambúðar. Einungis var að ræða ráðgjöf þessa árs sem nú stendur yfir. Hins vegar er annað mál að á næsta ári og næsta vetri þá er eðlilegt að Hafrannsóknastofnun muni endurskoða bara í grunninn aðferðafræði við
við að finna út sína ráðgjöf og það er þá síðan annar mál. Og ég hef trú á því að það verði gert á næsta vetri. Og síðan umræðum breytingarnar á fyrirkomulaginu og löggjöfinni að reglum þar að lútandi, það er síðan jafnframt önnur umræða. En hér hafa svona einstaka grásleppusjómenn gengið hart fram og ég nefni kannski Axel Helgason í þessu sambandi sérstaklega, sem hefur verið að leggja sitt að mörkum, atvinnuveganefnd Alþingis sem Lilja Rafney Magnúsdóttir veitir forstöðu eða formaður þeirra nefndar hefur bent á þessa hluti í gegnum þá nefnd. Sjávarútvegsráðherra hefur jafnframt beint því til Hafrannsóknastofnunar að endurskoða ráðgjöfina. Landssamband smábátasjómanna hafa jafnframt bent á þetta. Og þannig get ég haldið áfram. Matís Ágústsson og Axel Helgason og fleiri útvegsjómenn hér í Stykkishólmi og víðar tóku sig saman og ætlaði að fara hér í rannsókn til þess að staðfesta að þessar forsendur voru rangar. Það var gerð sú rannsókn hér í Stykkishólmi og það er umverulega það sem er til umfjöllunar á þessu fundi er einungis að fagna þá þessari afmörkuðu endurskoðun sem hér er til umræðu en ekkert annað. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Bæjarstjórn Stykkishólms fagnar endurskoðun Hafrannsóknastofnunar á útgefinni ráðgjöf vegna grásleppuveiða fyrir fiskveiði árið 2019 til 2020 eftir ábendingar bárust til stofnunarinnar að þörf væri á endurskoðun og fyrirliggjandi ráðgjöf meðal annars í tengslum við umreikning tunnufjölda í magn óslægðra grásleppu fyrir árabilið 1985 til 2007 þar sem stofnunin ráðleggur nú 5.200 tonn í stað þeirra 4.646 tonna sem ráðlagt var áður. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar þakkar þeim sem lögðust á árar til þess að ná fram þessari mikilvægu leiðréttingu. Hver eru, veit ekki, tjónskonar, þetta var þín. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hvetur stofnunina jafnframt til þess að efla rannsóknir. Hver eru samþykkið þessari ályktun? Lárus Þórsson, þetta á móti þessi þrjá? Þú sittur svo þrjá. Lárus Þórsson sittur þrjá, aðrir samþykkja. Lárus Þórsson var á móti, aðrir samþykkja. Lárus Þórsson sittur hjá. Haldið til haga. Liður 24, uppbygging fjarskipta innviða í Stykkishólmi, ljósleiðari. Póst- og fjarskiptastofnun hefur lokið við frumdrög að markaðsgreiningu á heildsölumörkuðum fyrir staðaraðgang með fasttengingu og miðlægan aðgang með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur. Markaðsgreining er grundvöllur ákvarðanir það hvort leggja skuli á, viðhalda eða fella niður sérstakar kvaðir á fjarskiptafyrirtæki sem útnefnd hafa verið með umtalsverðan markaðsstyrk. Hefur stofnunin óskað eftir viðbrögðum fjarskiptafyrirtækja og annarra hagsmunaaðila af þeim frumdrögum sem lögð eru fyrir bæjarstjórn. Bæjarráð vísaði málum til bæjarstjórnar. Orðið er laust. Hildur, gerðu svo vel. Forseti. Hálistinn leggur ríka áherslu á að bærinn verði ljósleiðaravæddur sem allra fyrst og hvetur í því sambandi til þess að núverandi innviðir í formi röra, brunna og ljósleiðara verði nýttir við lagningu ljósleiðara sem fyrst, meðal annars vegna tækifæra í tengslum við starfa án staðsetningar og í samræmi við tæknikröfur nútíma samfélags. Óhætt er að segja að menn séu uggandi framtíðarmöguleika ljósleiðaravæðingu í Stykkishólmi. Í ljósi þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið frá forsvarsmönnum Mílu EHF að fyrirtækið ætla að draga úr fjárfestingum sínum í
í þéttbýli út á landi vegna aukina kvaða sem Póst- og fjarskiptastofnun hyggst leggja á félagið í ljósi markaðsstyrks þess. En í ályktun bæjarstjórnar er einmitt Póst- og fjarskiptastofnun hvött til þess að leggja ekki á kvaðir sem hindra megi ljósleiðaravæðingu, til dæmis í Stykkishólmi. Þéttbýlin á landsbyggðinni hafa setið á hakanum undanfarin ár og er nauðsynlegt að tryggja að það verkefni verði klárað í samræmi við stefnu Alþingis í fjarskiptum fyrir árin 2019 til 2033, þar sem fram kemur að ljósleiðaravæðing verði áfram forgangsverkefni og ljósleiðaravæðingu allra lögheimila og vinnustaða á Íslandi verði lokið árið 2025. Nauðsynlegt er að þetta verði að veruleika í nánustu framtíð og mikilvægt að Póst- og fjarskiptastofnun taki mið af henni í sínum ákvörðunum. Takk fyrir þetta, Hildur. Fleiri kveðja sig til hljóðs. Fyrir Gerður Lárusson, gerðu svo vel. Skal reyna að gleyma þér ekki. Bara lítið yfir salinn. Forseti, þetta mál hérna sem við erum að tala fjarskipti í Stykkishólmi, þetta er ekki eitthvað sem við erum búin að til umræða bara árum saman. Skiptir opbóðslegu máli. Við erum að tala störfán, staðsetningar og svo framvegis og framvegis. Það er búið að gera mælingar, hvað fólk setur í fyrirrúm þegar það velur sér stað fyrir störfin eða fyrirtækin eða hvað ætla að búa eða hvað ætla að kaupa sumbústað. Og þetta er skelfilegt einhvern veginn og er búin að missa þetta á þennan stað að þetta er einhvern veginn hagnaðardrifið og þá náttúrulega verður dreifbýli bara út undan. Og þess vegna bara gott að við bara komum með mjög skarpa hvatningu til þess að þessu verður snúið við og það verður hugsað landsbyggðina, því ef að menn og annar borð verið efla landsbyggðina þá er þetta eitt af því sem á að setja í forgang. Og mér finnst þetta bara fínt og ég tek undir bara með Hildi með þetta allt saman. Þetta eru veginn útímans og það þarf að grípa utan þetta og við skulum standa saman að ýta á það. Takk fyrir þetta, Lárusson Spar. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar telur mikilvægt að skapa verði umhverfi sem styður við áframhaldandi uppbyggingu ljósleiðaranets í þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni og hvetur Póst- og fjarskiptastofnun til þess að horfa sérstaklega til þess að leggja ekki kvaðir á fjarskiptafyrirtæki sem getur verið hamlandi fyrir frekar uppbyggingu á landsbyggðinni. Mikilvægt er að skapa verði umhverfi sem styður við áframhaldandi uppbyggingu í þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni í samræmi við stefnu Alþingis í fjarskiptum fyrir árið 2019 til 2033. Það sem stefnt er að ljósleiðaravæðing verði áfram forgangsverkefni og ljósleiðaravæðingu allra lögheimila og vinnustaða á Íslandi verði lokið árið 2025. Hverjir samþykkja þessa ályktun tillögu? Og það er samhliða. Liður 25, samkomuhúsið í Stykkishólmi við Aðalgötu 6. Lagt er hér fram minnisblað bæjarstjóra stöðu samkomuhússins í Stykkishólmi, endurgerð og framtíðarsýn. Þá er lögð fram skýrsla undirbúning að endurgerð samkomuhúsinu við Aðalgötu 6 í Stykkishólmi með tilliti til ástands og uppruna. Með skýrslunni er lagt mat á mikilvægi þess að húsið verði endurgert og að lokum er gerð grein fyrir tillögu að endurgerð hússins með texta og teikningu. Nýverið sótti Stykkishólmsbær styrk til húsafriðunarnefndar til endurbóta á húsnæðinu í samræmi við fyrirliggjandi endurgerðaráætlun. Í svari nefndarinnar kom fram að húsafriðunarnefnd taldi ekki raunhæft að opna fyrir umsóknir ný verkefni vegna viðbótarstyrkja til atvinnuskapandi verkefni sumarið 2020. Nefndin mælti með að við úthlutun viðbótarstyrkja yrði eingöngu litið til verkefna sem fjallað var við seinustu úthlutun úr sjóðnum fyrir á þessu ári og var það niðurstaðan. Hvatti Minjastofnun yfirvaldi Stykkishólmi til að sækja styrk fyrir endurgerð samkomuhússins við næstu úthlutun á komandi vetri. Á 110. fundi safna- og menningarmálanefndar var tekið til umfjöllunar framtíð samkomuhússins í Stykkishólmi á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Safna- og menningarmálanefnd var sammála að menningarlegt gildi hússins væri ótvírætt og lagði til að sótt yrði styrki til að endurgera það og bæta svo sómi sér af. Bæjarráð tók undir með safna- og menningarmálanefnd og vísaði málinu til bæjarstjórnar. Orðið er laust. Steinunn gerði svo vel.
fundarstjóri, aðrir fundamenn. Það er ljóst að húsið á sér merka sögu sem samkomuhús Hólmara og eiga margir Hólmarar minningar tengdar húsinu og margar sögur tengjast því og uppákomum þar. Fallega endurgert yrði samkomuhúsið hluti af sterkri bæjarmynd sem er sérkenni Stykkishólms. Brýnt er að huga að endurgerð hússins á næstu árum gegn því að veglegt fjármagn fáist til verkefnisins frá Húsfriðunarsjóði. Enda má ætla að það sé forsenda fyrir því að endurgerð hússins fari fram af hálfu bæjarins á næstu árum. Enda liggja fyrir stór og brýn verkefni hjá bænum eins og til dæmis uppbygging hjúkrunarrýma, áframhaldandi uppbygging á skólalóð og stækkun leikskólans. Það er óhætt að segja að húsið býður upp á marga möguleika. Þar gæti farið fram menningarstarf af ýmsum toga líkt og hér áður fyrr, þar sem að nær allt menningarstarf bæjarins fór fram í samkomuhúsinu. Svo sem rekstur safns, leiksýningar, árshátíðir, veitingasala og skemmtanir af ýmsu tagi. Og þá jafnvel í samfloti við aðra starfsemi bæjarins svo sem félagsmiðstöð. Þá þarf ekki að útiloka leigu á húsnæðinu fyrir þjónustu, veitinga og menningarstarfsemi þar sem að leigugjald væri hófstillt, þannig að bærinn hefði engan kostnað af rekstri og viðhaldi þess. Komi ekki til veglegrar styrkveitinga fyrir endurbótum á húsinu af hálfu Húsfriðunarsjóðs eða annarra sjóða og ef Stykkishólmsbær sér ekki fært að fjármagna endurbætur á næstu árum er óhjákvæmilegt í ljósi ástands hússins og mikilvægi þess í sögulegu samhengi að Stykkishólmsbær skoði alvarlega aðra möguleika. Að öðru leyti er vísað til fyrirliggjandi minnisblaðs bæjarstjóra stöðu samkomuhússins við aðalgötu 6 í Stykkishólmi, fyrirliggjandi gögn, endurgerðarskýrslu samkomuhússins og hugsanlega framtíðarsýn. Og í ljósi þessa að þá langar mig að bera upp hérna breytingatillögu sem að H-listinn sendir frá sér. Ég er búin að dreifa henni til ykkar og þið hafið séð hana. Hún er eftirfarandi. Bæjarstjórn tekur undir með safna- og menningarmálanefnd að menningarlegt gildi hússins sé ótvírætt. Á meðan húsið er í eigu Stykkishólmsbæjar er nauðsynlegt að halda áfram að sækja styrki til endurgerðar þess og viðhalds svo sómi sé af. Í fyrirliggjandi áætlunum er ekki gert ráð fyrir þeim fjárfestingum sem að áætlað er að þurfi til fullrar endurbóta á húsnæðinu. Lagt er til að staðan verði endurmetin reglulega við gerð fjárhags- og fjárfestingaáætlana að teknu tilliti til niðurstöðu styrkveitinga til verkefnisins og út frá þeim niðurstöðum sem metið með framhaldið hverju sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Steinunn. Lárus Ásmar, gerðu svo vel. Forseti, mér langar fyrst að áður en að teka umfjöllunina að því að Steinunn Ingibjörg nefnir hérna að ef ekki komi til styrkveitingar við endurgerð húsinu þá verði að horfa til annara möguleika heldur en endurgerðar. Mér langar fyrst að byrja því bara að velta upp hvort að þarna er verið að tala sölu á húsinu. Takk í bili. Takk fyrir þetta, Lárus. Steinunn, gerðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn, það er ekkert sem að liggur beint eða ljóst fyrir í þessu, heldur bara viljum við halda þessu möguleika opnum og við þurfum að hafa þetta mjög opið og meta hverju sinni hver staðan er og hvaða leið við viljum fara. Við lokum ykkur neitt en við ákveðum heldur ekki neitt nema að fullu samráði við aðra. Takk. Takk fyrir þetta. Lárus Ásmar, gerðu svo vel. Forseti, það var nú svo sem ekki svarað svona
spurningunni beint, en spurningin var ekki síst, kemur hérna fram ekki síst vegna þess að í ræðu Steinunnar tekur hún fram að það þurfi að horfa til annarra möguleika og í punktum bæjarstjóra sem fylgja málinu talað að það horfa til þess mögulega að selja húsið. Og ég hef farið yfir það að auðvitað verið að velta möguleikum, en mér finnst bara eðlilegt að það sé rætt strax, málið til umræðu, þessi punktar til umræðu, og að mér finnst bara yfir höfuð, það mín skoðun að þessi nálgun vera alveg fjari lagi að Stykkishólmsbær selji þetta sögufræga hús okkar. Við tölum líka um það að það sé ekki hægt að gera þetta upp nema fá svo og svo marga styrki. Það var byggt bókasafn í mikilli andstöðu, kostaði 400 milljónir. Það var engin styrki sem komið til þess verks. Það snýst fyrst og fremst í mínum huga hver framtíðarsýn varðandi félagsstarf og menningu Stykkishólmsbæjar. Og ég veit að mörgum hér inni hefur þótt nóg þegar ég fer yfir þetta, en ég ánægður með stöðun allavega að ég kom með mikla liðsauka í mínum liði sem atvinnu- og nýsköpunarnefnd og safnamenningarmálnefnd tekur svolítið undir þetta líka. Mér langar líka að rifja það upp að því að vera að tala pening í þessu samhengi. Frá því að samningurinn samþykktur sem síðasti sem var samþykktur í bæjarstjórn. Mér minnir að það hafi verið í júní eða ágúst 2018. Það var samþykktur samningur við eiganda Grippanna, eiganda safnsins. Samningur sem undirritaður 10. maí, þar sé fyrir kosningar og haldið leyndu fram með kosningar. Í fyrra kostaði rekstur safnsins 8,5 milljón. Það er verið að tala að hafa þetta safn opið áfram. Þetta tengist þessari umræðu þetta hús. Þegar við erum að tala jafnvel eftir sumarið, svona lauslega, kemur ljós, þá kannski bara þessum tímabili búið að setja 20 milljónir bara í rekstur safnsins. Og það er óhjákvæmilegt að taka þessu umræðu án þess að nefna þetta. Nú þarna þegar þessi samningur borin upp, þá var ég eini bæjarfulltrúinn sem greiddi atkvæði gegn þessum samning, ekki síst á þeim forsendum að stjórnsýslulega fannst mér hann ekki réttur, það er að segja að bæjarstjóri undirriti skuldbindingu á þessum hætti án heimildar. Nú þetta við höfum líka heyrt talað að það hefur opið í sumar og svo verði safninu lokað. Við finnst samt ekki hafa heyrt afgerandi hvað verður þá gert, verða þá munirnir, búið að hafa samband við eigandann og svo framvegis, en það er önnur umræða, tökum hana seinna. Það veit allir mína skoðun og ég mun halda áfram að impra á henni, dropinn hólar steinin og þetta að koma. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Jakob, þú biður orðið. Forseti. Fyrst ætla ég að nefna það sérstaklega og þannig að það sé alveg skýrt að rekstur Eldveiðasafns og starfsemi hússins algjörlega aðskilinn þessu máli sem hér til umfjöllunar, sem samkomuhúsið sem slíkt. Og rétt þá að því að það var nefndur rekstur safnsins og það væri nefndur að rekstrarkostnaður safnsins sjálfs væri 8 milljónir, þá rétt að leiðrétta það, því að inn í þessari tölu sem nefnd væntanlega innri leiga og annað sem hefði hvað sem verið til staðar, hver svo sem væri starfsemi í þessu húsnæði sem bærinn á. Ætli, ef við miðum fjárhagsáætlun 2020 núna, sem var töluverð lækkun á rekstrarkostnaði frá árinu 2019, ætli við nettó myndi giska 2,5, myndi ég halda. En það fyrir náttúrulega eftir rekstrartekjum einnig. En að samkomuhúsinu sem hér til umræðu, þá og vegna þess að
bæjarfulltrúi Lárus Ásmar Hannesson nefndi hér sölu á húsinu og vitnaði þá sérstaklega í minnisblað mitt sem var unnið að beiðni formanns safna- og menningarmálanefndar til upplýsingar fyrir þá safna- og menningarmálanefnd stöðu samkomuhússins, fyrirliggjandi gögn og þá endurgerð og mögulega framtíðarsýn. Það skal liggja alveg skýrt fyrir að í þessu minnisblaði engin tillaga, ekki verið að leggja neitt til í þessum efnum, heldur velt upp hugsanlegum möguleikum í þessu minnisblaði sem mun birtast með fundargerð og fólk geti kynnt sér. Nú, það bara farið yfir þau gögn sem liggja fyrir í málinu. Það á meðal ágætis yfirferð og skýrsla frá Klámu Kím sem unnið var í nóvember árið 2014. Það sem lagt mat á mikilvægi hússins og að það verði endurgert og tillögur í þeim efnum. Það líka að reifa þá það málsmeðferði sem þetta mál fékk á síðasta kjörtímabili og það var tekið fyrir í byggingarnefnd og jafnframt samþykkt byggingarleyfi fyrir húsið, en það var síðan aldrei af þeirri framkvæmd. Nú, síðan þegar við komum að framtíðarmöguleikum, þá það tiltekið bara raunverulega farið örstutt yfir þá möguleika sem húsið, þá möguleika sem eru fyrir hendi í þessu húsi. Nú, hefur verið hingað til, það hefur verið rekstur safns, leiksýningar, ásatíð, veitingasala, skemmtanir, það fram eftir götunum, en eins og við vitum og þá hefur verið starfrækt eldvartasafn í þessu húsi á síðustu ár. Það var velt þeim möguleika upp að hægt sé að leigja húsið og það sé hægt að gera skilyrði fyrir slíkri leigu. Það var einnig nefnt þar sérstaklega að kom ekki til styrkveitinga fyrir endurbótum á húsinu frá húsfélagasjóði annarra sjóða liggur fyrir að það þurfi að fjármagna endurbætunar alfarið af Stykkishólmsbæ. Og síðan var á það bent að það í núverandi fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar og fjárfestingaráætlunum ekki gert ráð fyrir þeim fjárfestingu sem áætlað að þurfi til fullra endurbóta húsinu. Þetta einfaldlega staðreyndir sem verið að draga fram í þessu minnisblaði. Og síðan hinn staðreyndin sú að ef Stykkishólmsbær sér sér ekki fært að fjármagna endurbætur á næstu árum, þá það eina sem ég þá að leggja mat á miðað við þau gögn sem liggja fyrir, meðal annars að skipulags- og byggingarfulltrúi á sínum tíma og forstöðumaður þjónustumiðstöðvar og annar aðilar sem að skoða húsið, að í ljósi ástands hússins og mikilvægi þess í sögulegu samhengi að velta þurfi upp möguleika hvort selja í húsið, velta upp möguleika að selja húsið ef Stykkishólmsbær ekki tilbúin til þessar fjármagnarbreytingarnar og engar styrkveitingar koma. Í ljósi menningargildi hússins. Og jafnframt bent á það í þessu sambandi að hægt sé að skilyrðismynda söluna með forkaupsrétti og annað. En það algjörlega skýrt að það ekki verið að leggja til sölu, ekki að minna hálfu að minnsta kosti, heldur einungis velta upp þeim möguleikum sem standa til boða í þessu sambandi og velta upp og ræða sem mér heyrist bara verið að gera hér, sem bráðgætt mál. Takk fyrir það, Jakob. Fyrir Lárus, þetta ekki búin að koma til þessar? Í þessu? Já. Ég bara efstu til fyrst og svo. Það ekki rétt í mér? Þú búin að koma til þessar til þessu máli? Það undir þínu bara, þú verður alveg búin að meira það að skapa það. Já, þannig eru samþykkt í Stykkishólmsbæjar. Ég ætla að taka örstutt fundarhlé. Hann getur veit.
Lárus, gerðu svo vel. Lárus veitir ansvar. Forseti, já, þakk fyrir að fá að koma hérna og hérna veita ansvar þessum punktum og það kom aldrei fram í mínu máli að ég talaði um það að það væri að vera að leggja til að selja húsið. Ég talaði aðeins um að það væri verið að minnast á það sem að svo bæjarstjóri staðfestir og Steinunn nefnir sem væntanlega þá sem aðra kosti í stöðunni. Varðandi kostnaðinn þá verðum við alltaf að taka innri leigu, við erum alltaf að nýta húsin, við tökum það í öllu bókhaldi, við allar okkar eigur þá er tekin inn innri leiga. Nú, það er alveg rétt að það má alveg segja að þetta sé ekki endilega sama umræðan, eldvellisafnið og svo húsið, en þannig að ég ætla ekki að ræða það neitt meira, en ég mun óska eftir umræðu þá eldvellisafnið á næsta bæjarráðsfundi. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Ef svo er ekki. Bæjarstjóri tekur undir með safna- og menningarmálanefnd. Nei, það fyrir ekki. Steinunn, tillaga Steinunnar. Bæjarstjóri tekur undir með safna- og menningarmálanefnd að menningarlegt gildi hússins í ótvírætt að meðan húsið er í eigu Stígsholtsbæjar er nauðsynlegt að halda áfram að sækja styrki til endurgerðar þess og viðhalds og sómi sé að. Í fyrirliggjandi áætlunum er ekki gert ráð fyrir þeim fjárfestingum sem áætlað er að þurfi til fullra endurbóta á húsnæðinu. Lagt er til að staðan verði endurmetin reglulega við gerð fjárhags- og fjárfestinga áætlana að teknu tilliti til niðurstöðu styrkveitinga til verkefnisins og út á þeim niðurstöðum metið með framhaldi hverju sinni. Hver er samþykki þessa breytingartillögu? Óðinn samþykkt samhliða. Það var liður 26. Kosning í skóla og fræðslunefnd Stykkishólmsbæjar. Sigurður Grétar Jónasson hefur beðist lausna frá nefndarsetu í skóla og fræðslunefnd Stykkishólmsbæjar vegna fyrirhugaðra starfa við grunnskólann í Stykkishólmi. Orðið er laust. Hengið í hvað þessu ljós. Bæjarstjórn samþykkir að skipa Björn Ásgeir Sumarlegason sem aðalmann í skóla og fræðslunefnd í stað Sigurðar Grétar Jónassonar í samræmi við tillögu frá H-lista. Hver eru samþykkir þessu? Samþykkt samhliða. Liður 27. Kosning í kjörstjórn Stykkishólmsbæjar. Lagt er fram tölvubréf frá Írisu Huld Sigurbjörnsdóttur þar sem hún segir sig úr kjörstjórn Stykkishólmsbæjar. Liggur því fyrir bæjarstjórn að skipa fulltrúa að nýju í kjörstjórn Stykkishólmsbæjar. Orðið er laust fyrir ekki þið. Engin kveðið sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir að skipa Guðnýju Pálsdóttur sem aðalmann í kjörstjórn Stykkishólmsbæjar í stað Írisar Sigurbjörnsdóttur í samræmi við tillögu frá H-lista. Hverju er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 28. Skipan í ungmennaráð 2020. Samkvæmt 47. grein samþykktar stjórn Stykkishólmsbæjar er ungmennaráð skipað 7 fulltrúum á aldrinum 14 til 24 ára og 3 til vara að fengnum tillögum frá nemendafélagi grunnskólans í Stykkishólmi, nemendafélagi Fjölbrautaskóla Snæfellinga, ungmennafélaginu Snæfelli og æskulýðs- og íþróttanefnd samanber erindisbréf ungmennaráðs. Tilnefningar liggja ekki fyrir en gera má ráð fyrir að tillögur liggi fyrir í september-október 2020 í samræmi við erindisbréf. Orðið er laust. Engin kveðið sér ljós. Kosningu fresta þar til tilnefningar liggja fyrir í haust í samræmi við erindisbréf. Hver eru samþykkið þessu? Það er samþykkt samhliða. Liður 29. Kosninga fulltrúa á aðalfund samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2020. Kosning 3 fulltrúa og jafnmargra til vara á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi samkvæmt lögum samtakana samanber 47. grein samþykktar stjórn Stykkishólmsbæjar. Orðið er laust. Bæjarstjórn samþykkir eftirtalda fulltrúa Stykkishólmsbæjar á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Lesi þetta allir í einu, það fyrir ekki að kjósa einn í einu. Aðalmenn
Hrafnhildur Hallarsdóttir, Erla Freyrisdóttir, Lárus Asmar Hannesson. Hver hefur samþykkið þessu? Það er samþykkt samhljóða. Varamenn Gunnlaugur Smárásson, Haukur Garðarsson og Ragnar Már Ragnarsson. Hver hefur samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Liðið 30, kosning í bæjarráð 2020-2021. Kosning 3 fulltrúa í bæjarráð sem aðalmenn og jafnmarga til vara, samanber 47. grein samþykkta stjórn Stykkishólmsbæjar með áorðnum breytingum og eftir attökum tilnefning áheyrnarfulltrúa. Jafnframt kosning formanns og varaformanns bæjarráðs samanber 27. grein samþykkta stjórn Stykkishólmsbæjar. Orðið er laust. Gerðu svo vel, Lárus. Forseti, þegar við stóðum fram fyrir þessum atkvæðagreiðslu þetta mál fyrir ári síðan og líklega þar á undan áður þá kom við breytingartillögu að það er í bæjarráð einn og hver í frambúði en það var fellt og ég ætla ekki komið á tillögu aftur núna, ég er bara að vona að kannski síðast árið þá verði það þannig að það verði í bæjarráð einn og hver í frambúði. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri kveðs ekki hljóðs. Eftirtaldir eru kosnir aðalmenn í bæjarráð. Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir formaður, Hrafnhildur Hallarsdóttir og Lárus Asmar Hannesson aðalmenn. Varamenn kosnir Þóra Stefánsdóttir, Gunnlaugur Smárásson og Ragnar Már Ragnarsson. Áheyrnarfulltrúi Erla Freyrisdóttir og vara áheyrnarfulltrúi Haukur Garðarsson. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liðið 31. Kosning forseta og varaforseta bæjarstjórnar 2020-2021. Kosning forseta bæjarstjórnar og fyrsta og annan varaforseta bæjarstjórnar samkvæmt 7. greinar samþykktar stjórn Stykkishólmsbæjar. Orðið er laust. Hrafnhildur Hallarsdóttir, forseti bæjarstjórnar, Gunnlaugur Smári, fyrsti varaforseti bæjarstjórnar og Haukur Garðarsson, annar varaforseti bæjarstjórnar. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Og þá komið að minnispunktum bæjarstjóra. Lagði hér fram til kynningar. Já, fyrirgef, dagskránum var breytt. Fyrirgef, ég glemdi að minnast á því upphafi. Það breyttið frá, ég vildi þess að hafa minnispunktana fyrst, svo ég geti notið þess að hlusta á bæjarstjóra. Nei. En þetta var mín afglöp fyrirgefum. Gerðu svo vel, Jakob. Forseti, ég kem hér upp til þess að gera grein fyrir minnispunktum mínum fyrir júní og júlímánuð og hefst á lesturinn við þá minnispunkta. Nú, fyrir liggur að kerfisáætlun Landsnets 2020-2029 ásamt framkvæmdar áætlun 2021-2023 og umhverfisskýrslu Landsnets sem nú í opnu umsagnarferli sem stendur til 31. júlí 2020. Hægt að kynna sér fyrirliggjandi gögn á heimasíðu Landsnets og vill sá sem hér stendur hvetja þá sem hafa áhuga á uppbyggingu innviða að kynna sér efni áætlunarinnar og skila inn umsögnum til Landsnets fyrir lok umsóknarfrestsins. Á öðrum fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar 20. apríl síðastliðinn var lagt fram minnisblað mitt stöðu og úrbætur á innviðum á Snæfellsnesi ásamt niðurstöðu átakshóps sem ríkisstjórnin sett á fót í kjölfar fárviðrisins sem gekk yfir í desember 2019 úrbætur í innviðum og greinagerðir frá samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og Landsneti sem sendar voru átakshópnum. Á fundinum tók atvinnu- og nýsköpunarnefnd undir þær áhyggjur sem voru framsettar í minnisblaðinu að afhendingaröryggi á Snæfellsnesi stórlega ábótavant. Nú, í því sambandi skortur á þessari enn einn tengingu, þar að segja 2 flutningsleiðir, einnig þörf á endurnýjunum á tengingu frá Vatnshömrum í vegamót og síðan skortur á auknu varafli. Hvatti nefndin bæjarstjóra og bæjarstjórn að beita sig fyrir því
í samvinnu við sveitarfélögin á Snæfellsnesi að flýta langtíma áætlun hvað varðar flutningsleiðir á Snæfellsnes sem á að tryggja hringtengingu á Snæfellsnesi og auka verulega afhendingaröryggi rafmagns. Á 387. fundi bæjarstjórnar 30. apríl síðastliðinn tók bæjarstjórn heilshugar undir með nefndinni og munu fyrirliggjandi áætlanir Landsnets vera lagðar fyrir bæjarráð á næsta fundi ráðsins seinna í þessum mánuði þar sem þessi atriði munu vera rædd nánar. Vélabilun kom upp í flóabátnum Baldri nýverið þegar skipið var á siglingu yfir Breiðafjörðinn. Báturinn enn bilaður en unnið að viðgerðum og beðið eftir varahlutum sem eiga að koma frá Danmörku og þeir eiga að koma í næstu viku. Vonir standa til þess, samkvæmt forsvarsmönnum Sæferða, að báturinn verði aftur farin að sigla þarnæstu helgi en það ekkert ljóst í þeim efnum. Farþegabáturinn Særún mun hins vegar sigla út í Flatey og yfir á Brjánslæk á meðan bilun stendur yfir. Særún getur tekið alltaf 115 farþega en hún tekur enga bíla og því ekki hægt að flytja bíla milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan biluninni varir. Leikskólaumsóknum fer ört fjölgandi. Fyrir næsta haust og eru umsóknir nú orðnar 7 umfram það sem leikskólinn getur tekið á móti sem hámark 86 nemendur eins og var síðasta vetur. Samtals eru því 93 nemendur sem sækjast eftir plássi fram í apríl 2021 og munu leikskólastjórnendur biðja foreldra að staðfesta umsóknir fyrir haustönina fyrir þá 10. ágúst næstkomandi. Leikskólaumsóknir eru enn og aftur í sögulega hámarki. Af þeim sem eru á biðlista eru 2 börn fædd árið 2019 og 5 fædd árið 2020. Það vert að minnast á það að þetta ánægjuleg þróun. Þessar aðsóknartölur gefa sterkt til kynna í Stykkishólmi boðið upp á eftirsótta þjónustu í leikskólanum og þetta minnir einnig á þörfina fyrir stækkun leikskólans til að mæta stöðugt vaxandi eftirspurn. Leikskólinn í Stykkishólmi hefur auglýst stöðu leikskólakennara frá og með 10. ágúst næstkomandi, ræða 100% stöðu. Einnig auglýst laust til umsóknar 70% staði í ræstingum frá og með 1. september næstkomandi. Upptökubúnaður var pröfaður á síðasta bæjarstjórnarfundi sem var tekinn upp en ekki sendur út í beinni útsendingu eins og nú. Í ljós kom eftir fundinn að á upptökunni skilaði sér ekki eins og skildi hljóð. Á sumum tækjum heyrðist ekki annað en suð þegar horft var á upptökuna. Upptakan var hins vegar löguð og henni deilt á YouTube daginn eftir og á Facebook síðu Stykkishólmsbæjar og viðeigandi ráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að þetta vandamál komi upp aftur. Þjóðhátíðardagurinn var haldinn hátíðlegur 17. júní og tókust hátíðarhöldin vel. Dagskráni var streymt í beinni útsendingu frá Hólmgarði á YouTube rás sveitarfélagsins og þar sem meðal annars heimilisfólki á dvalarheimilinu var gefinn kostur að fylgjast með hátíðarhöldunum og sérstaklega mikilvægt í ljósi þá sóttvarna fyrirmæla og COVID-19 stöðuna sem upp í samfélaginu. Við útsendinguna var nýttur tækjabúnaður sem keyptur var fyrir upptökur og útsendingar bæjarstjórnarfunda. Búnaðurinn og var hugsaður þannig upphaflega að vera meðferðilegur og því ekki því til fyrirstöðu að senda út viðburð af þessu tagi aftur. Fyrir liggur og til stendur að vera með sambærilega umhverfisgöngu eins og var í síðasta sumar og stefna henni aftur í miðjan ágúst. Það eru kostir og gallar við að hafa í lok sumars eða byrjun sumars. Fyrir lok sumars þetta komið ábendingar sem að fólk verður vart við yfir sumartíman en meðan að það sé snemma sumars að þá hugsanlega gæti fólk komið ábendingar sem ætti framkvæma þá á sumartímanum. En í ljósi COVID-19 og þess ástand sem var á þessum tíma þá var ekki talin ástæða til þess að færa þessa umhverfisgöngu framar í tíma.
Tilgangur umhverfisgöngu hverfi Stykkishólmsbæjar er að efna til samtals nánasta umhverfi, hvað betur megi fara í frágangi umhirðu bæjarins, auk þess að miðla upplýsingum frá Stykkishólmsbæ framkvæmdir. Það mér finnst óhætt að segja það að umhverfisgöngunni var vel tekið á síðasta ári og þátttakan var mjög góð. Sem dæmi framkvæmdir við Stykkishólmsbæjar sem framkvæmdar voru eftir ábendingum íbúa í umhverfisgöngunni má á fjölmörgum nefna nokkrar eftirfarandi. Ný girðing við Aðalgötu, það er þá við Eisenhúsið. Það er búið að setja nýja girðingu við Skúlagötu 9, stundu kallið Blokkin. Torf sett upp á tröppum á Dvalná ásamt því að verið er að setja nokkrar hellur þarna í kring og verið er að vinna frágangi þar eins og staðan í dag. Göngustígar voru malbyggaðir og frágangur í samræmi við ábendingar. Niðurföll gatna voru yfirfarin í bænum og lagfærð. Einnig var hreinsaður sandur úr niðurföllum sem hafi ekki verið gert í mjög mörg ár og farið að hafa áhrif á fráveituna hér í Stykkishólmi með tilhörandi áhættu þar að lútandi og auknum útgjöldum. Þökur settar með fram göngustígum, bílar voru fjarlægðir og hvatt til þess að voru fjarlægðir. Íbúar hvatti til að snyrta trjágróður á lóðamörkum, bekkjum og borðum fjölga við leiksvæðum, hólmgarður snyrtur enn betur en var áður og er til fyrirmyndar að mínum mati í dag. Það voru umræður þéttingar byggðar og eru núna í vinnslu nýjar íbúðarhúsalóðir sem eru til umfjöllunar búin að vera núna í vetur, meðal annars svo ég nefni einhver lóð þá í Áskinn, þar sem leikvöllurinn er núna, en það er eftir að taka náttúrulega ákvörðun þetta er bara í vinnslu ennþá, en er þá í samræmi við þá íbúðalýðræðisverkefnið sem fjallaði leiksvæðin í bænum, þar sem var gerð tillaga að þessi leikvöllur þyrfti ekki að vera svona stór. Umferðaröryggismál voru títt nefnd í göngunni og samþykkt var að fara að útfæra og útbúa umferðaröryggisáætlun. Eins og kemur fram hér neðar í þessum vinnuspunktum að þá hefur sú vinna stöðvast vegna COVID eins og svo margt annað. Hreinsun í Maðgavík, Kirkjustígur og fleira. Vestfjarðavíkingur 2020 fer fram dagana 4. til 5. júlí. Lokagreinar keppninnar fara fram á sunnudeginum hér í Stykkishólmi ásamt verðlaunaafhendingu. Keppnin hefst á hádegi laugardaginn 4. júlí og hún hefst í Búðardal og færist þaðan yfir á Hellisand klukkan 18. Sunnudaginn 5. júlí hefst keppni á hádegi í Ólafsvík en seinnipart sama dags klukkan 17 heldur keppni áfram í Stykkishólmi þar sem keppt verður í kasti yfir vegg á túninu á móti gömlu kirkjunni og lokum verður keppt í blandaðri grein á planinu við Hafnarvogina. Laugardaginn 4. júlí næstkomandi fer fram þjóðbúningarhátíðin Skotthúfan í Stykkishólmi. Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla hefur vega vanda að hátíðinni og hefur fóstrað hana frá fyrstu tíð. Í undirbúningsnefnd sitja þar Anna Melsteð, Ingibjörg Ágústsdóttir ásamt Hjördísi Pálsdóttur, forstöðumanni Byggðasafnsins og fékk þessi hátíð styrk úr List- og menningarsjóði Stykkishólmsbæjar meðal annars. Stjórn Ungmennafélags Íslands hefur ákveðið að fresta fyrirhuguðu landsmóti 50 ára plús sem fram átt að fara á þessu ári í Borgarnesi til næsta árs. En að sama skapi hefur þá stjórnin ákveðið að fresta móti sem átti að halda hér í Stykkishólmi á næsta ári og það færist þá til ársins 2020. Núverandi framkvæmdir á íþróttavellinum í Stykkishólmi er liður í undirbúningi fyrir landsmótið en undanfarna daga hefur verið unnið að því að endurnýja efni á hlaupabrautinu og fegra völlin. Eins og ég nefndi áðan þá hefur umferðaröryggisáætlun þurft að bíða vegna COVID-19 en gert ráð fyrir að vinna við áætlunina hefjist að nýju á næstunni. En það fer allt eftir framgangi og stöðu COVID-19 mála. Til stendur endurnýja móttökuskilti við aðkomu inn í Stykkishólm. Skilti verður merkt beggja vegna. Öðrum megin mun standa velkomin í Stykkishólm og hinum megin takk fyrir komuna, góða ferð.
Stykkishólmsbær og Skógræktarfélag Stykkishólms vinnur nú saman að endurbótum á útivistarsvæði Hólmara við Grensás, svo mætti kalla. Til stendur að lagfæra núverandi göngustíg og sú vinna í gangi nú þegar og jafnframt verið að leggja grunna nýjum stígum í þá skógræktinni. Og við gengum þar í nýræktinni nýverið fulltrúa bæjarins ásamt Skógræktarfélaginu og fórum þarna yfir þessar framtíðarhugmyndir og skipulagi göngustíga á þessu svæði. Þannig að þetta er ánægilegt verkefni sem er komið á stað. Það er rétt að nefna það hér að viðgerð á Hafskísbryggju, henni er lokið. Hún var undir eftirliti Vegagerðarinnar, sú framkvæmd. Framkvæmdum við Kirkjustíg er lokið og er stígurinn nú tilbúinn en er að jafna sig. En Stykkishólmsbær fékk styrk úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir framkvæmdinni. Unnið er nú að loka skýrslu vegna verkefnisins sem þarf að skila til Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Framkvæmdina hófust í marsmánuði og var markmiðið að leggja fallegan göngustíg sem fellur vel að náttúrunni og tryggir öryggi þeirra sem þarna fara. Og ég vil nefna það og ég held að það sé óhætt að segja að vel hafi tiltekist og þessi stígur glæsileg viðbót við fallegar gönguvegir í landi Stykkishólmsbæjar. Meðal framkvæmda á Döfinni eru endurbætur á Kirkjuveg, það er að segja vegi sem liggur fram við Kirkjugarðinum út í nýrækt, snýrting við aðalgötu 17 og þá hafa starfsmenn þjónustumiðstöð verið að vinna því að þökuleggja meðfram göngustígum og öðrum svæðum og fleiri umhverfisverkefnum. Að frekari framkvæmdum á vegum bæjarins þá verður opnuð tilboð vegna verkhönnunar í tengslum við vegframkvæmdir og lagnaframkvæmdir við Sæmundareit og þær verða opnaðar á morgun kl. 12. Þá er einnig von á viðgerðarmönnum í sundlaugina á næstu dögum, eða vonandi á næstu dögum og þar stendur til að yfirfara og lagfæra rennibrautina. En þar hafa samskipti í rennibrautinni liggja ekki nógu þétt saman sem skapar óþægindi þegar fólk eða yfir höfuð væntanlega krakkar að renna sér niður rennibrautina. Unnið er að frágangi við skólastjórabústað, búið er að mála húsið að innan og lagfæra skólplagnir eða unnið er að hellulögnum fram á húsið eins og staðan er í dag. Lokahönd var lögð á starfsreglur vinnuskólans fyrir sumar. Vinna sem búin að standa yfir í 2 ár og unnið eftir þeim í kjölfarið. Flokksstjórar mættu fyrstu dagana til vinnu í ráðhúsinu þar sem farið var yfir reglunar og vinna sumar sem skipulögð. Fjöldi athugasemda hafa borist Stykkishólmsbæði bæði í ræðu og riti þar sem Hólmarar og aðrir hafa lýst ánægju sinni með störf og skipulag vinnuskólans nú í sumar. Og ég verð að segja að utanumhald og afköst hafa verið til algjöra fyrirmyndar í vinnuskólanum. Og ég vil nú tækifæri hér til þess að hrósa þeim fyrir sín störf. Niðurstöður eins og ég nefndi hér fyrir á fundunum úr forvali hönnunar á útsýnisstað í Súgandaseli liggja fyrir og þar var dregið úr 22 gildum umsóknum hjá Félagi íslenskra arkitekta í Reykjavík í viðvist votta og trúnaðarmanns og eftirtalin teymi voru dregin út, Tendra, Mat, Krats og fyrirtæki sem að ber nafnið Sjöherr, Trípoli og Ómar Ingþórsson, Landslá og Gláma Kím. Öll mjög frambærileg fyrirtæki og teymi og verður spennandi að sjá hver niðurstaðan verður í þeim efnum í september. Leiktæki hafa verið pöntuð fyrir nýjan leikvöll í Garðaflöt sem settur verður upp þegar tæki berast. Staðsetning leikvallarins og val á tækjum er í samræmi við niðurstöður íbúasamráðsverkefnis Stykkishólmsbæjar. Unnið er að val á leiktækjum á skólalóð sem byggja á niðurstöðum samráðs þess efnis. Verið er að skipta allar neysluvatnslagnir í grunnskólum í Stykkishólmi, allar neysluvatnslagnir þar að segja. Einnig er verið að skipta innréttingar í setustofukennara og ljós í matsalnum sem þurfti að endurnýja. Þá hafa rafstýringar í ljósakerfi verið endurnýjaðar. Á komandi dögum verða jafnframt gerðar löngu tímabærar tilraunir með fjölnota poka fyrir hey í stað þeirra svörtu ruslupóka sem eru notaðir í dag. En þjónustumiðstöðin hefur verið að nota þessa plastpoka undir hey yfir sumartíman. Þeir hafa reyndar verið endurnýttir alltaf. Þangað til þeir, á meðan þeir voru heilir og voru nothæfir.
en nú leitað hendur og lausn og búið að finna reyndar lausnir í þessum efnum og það mun verða orðið að veruleika innan nokkura daga vonandi. Það rétt að nefna, ég átti fund með fulltrúum Sjávarorku og formanni atvinnu- og nýsköpunarnefndar Stykkishólmsbæjar í þessum mánuði. Það var í síðasta mánuði nú, í júní þá, þar að segja, í samræmi við afgreiðslur atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Til umræðu á þeim fundi var staða á fyrirhuguðum verkefnum fyrirtækisins og þeir möguleikar sem standa til boða í dag með tilliti til tækniframfara. Ég fundaði einnig í síðasta mánuði með framkvæmdastjóra Mílu varðandi fyrirhugaða ljósleiðarvæðingu í Stykkishólmi og ég vil nefna það sterkt að hún sé fyrirhuguð því ég trúi því og stöðu þess verkefnis í ljósi þeirra blaðaskrifa sem það efni hafa birst að undanförnum og vakið hafa athygli. Einnig satt ég fund með Ásmundi Einari Daðasyni, félags- og barnamálaráðherra ásamt öðrum sveitar- og bæjarstjórum á Vesturlandi. Umræður fóru fram ýmis mál sem tengja sveitarfélögum á svæðinu og sambærilegu fundur verður haldinn á morgun, föstudaginn 3. júlí með Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur, ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Í ljósi hvernig staða COVID-19 hefur þróast síðustu daga funduðu Víðir Einarsson, yfirlögregluþjónn og Þórólfur Guðmundsson, sóttvarnalæknir með framkvæmdastjórum sveitarfélaganna, landshlutasamtökum og stjórn sambandsins í dag og ég tók þátt í þeim fundi. Á fundinu kynntu þeir áherslur almannavarna og sóttvarnalæknis gagnvart sveitarfélögum. Sóttvarnalæknir hefur nú lýst því yfir áætlaðar tilslakanir á samkomubanni munu ekki eiga sér stað. Í ljósi þess hvernig til hefur tekist undanfarið og stöðurnar í samfélaginu. Gildandi takmörkun á samkomum, það er að segja hámark 500 einstaklingar fyrir utan börn fædd árið 2005 og síðar, nær til 5. júlí 2020 og ég vil hvetja fólk áfram að vera vakandi yfir smittvörnum og þá eigin smittvörnum því að við erum öll saman í þessu hvert og eitt, berum öll ábyrgð og einnig vert að minna á allar helstu upplýsingar má finna á covid.is. Það var lokum að samgönguáætlun en tillaga til þingsályktun 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2020 til 2024 og 15 ára samgönguáætlun fyrir árin 2020 til 2034. Það voru samþykktar 29. júlí síðastliðinn á Alþingi. Svona til upprifjunar þá ályktaði bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar þetta mál á fundi sínum 12. desember 2019 þegar málið var þá í umsagnaferli. Það sem var lögð þung áhersla á að hönnun og framkvæmdir á vegi 54 Skógarströnd verði flýtt og þar var bæjarstjóra falið að koma á framfæri við umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis viðbótarumsögn tillögur til þingsályktunar. Í umsögn minni sem var nokkuð ítarleg fyrirliggjandi þingsályktunartillögur var málinu fylgt eftir í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar þar og þar var meðal annars gerð krafa að fyrirliggjandi samgönguáætlun verði breytt þeirri sem lá þá fyrir með tilliti til mikilvægi vegarins Skógarströnd sem hluta af grunnneti samgöngukerfisins og framkvæmdum verði flýtt þannig að vegurinn komi til framkvæmda á fyrsta tímabili samgönguáætlunar. Og ég fylgdi svo þessari umsögn eftir á fundi með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis nú í febrúar síðastliðnum. Fyrirliggjandi samgönguáætlun, þá þær báðar, voru samþykktar samhljóða á Alþingi 29. júní síðastliðinn, eins og ég nefndi áðan, og má þar sjá uppfærð og endurskoða samgönguáætlun sem á netinu þar að segja, á vef Alþingis, en ber þar hæst að mínu mati að Skógarstrandarvegur komin formlega á fyrsta tímabil samgönguáætlunar. En í nefndaráliti með breytingartillögu umhverfis- og samgöngunefndar lagði nefndin áherslu á að þeir stofnvegir sem enn hafi ekki fengið bundið slitlag njóti forgangs í framkvæmdum, þar á meðal Skógarstrandarvegur eins og var nefnt í viðbótarumsögn bæjarstjóra, sérstaklega lögð áhersla á þetta í umsókninni að fyrirliggjandi þá
þá fyrirliggjandi samgönguáætlun endurspegla ekki þær áherslur sem ættu að vera til staðar í samgönguáætlunum. Í breytingartillögu nefndarinnar sem samþykkt var á Alþingi hefur Skógarstrandarvegur því verið færður, eins og ég sagði áðan, á fyrsta tímabil samgönguáætlunar. Samkvæmt samþykktri áætlun er gert ráð fyrir að ráðstafa 100 milljónum til framkvæmda við Skógarstrandarveg á árinu 2020, en það er svo sem í samræmi við þessa fjárhæðir sem endurspegluðust í tillögum sérstakt tímabundið fjárfestingarátak í vor, og þá lagði nefndin áherslu á að framkvæmdum meðal annars við Skógarstrandarveg verði haldið áfram með tilstyrk og fjármögnun fjárfestingaátaks í uppbyggingu innviða 2021-2023 sem útlistaðar voru með sérstöku fylgiskjali í nefndarálitinu. En í því fylgiskjali hyggst nefndin flytja á næsta þingi þá þingsályktunartillögu á grunni nýrrar fjármálaáætlunar breytingu á samgönguáætlunum sem byggja á þessari töflu sem ég nefndi áðan, sem má finna í þessu fylgiskjali sem er á vef Alþingis. En þar er gert ráð fyrir viðbóta fjármagni að fjárhæð 600 milljónum í framkvæmdir við Skógarstrandarveg á árinu 2021. Standi ríkisstjórnin við boðað fjárfestingarátak sem ég á ekki von á öðru, en eins og vert að fylgja því eftir, líður á haustið, má ætla að Skógarstrandarvegur færist enn framar í samgönguáætlun en nú er gert ráð fyrir, en nefndin lagði í nefndarálitinu sínu sérstaka áherslu á að mörg verkefni bíði ef svigrúm myndaðist innan 15 ára samgönguáætlunar í kjölfar viðbóta fjárfestinga sem nú hafa verið samþykktar fyrir árið 2020 og liggur fyrir núna í haust fyrir 2021-2023 og þar er Skógarstrandarvegur sérstaklega nefndur. Nú að öðrum þáttum í samgönguáætlun þá voru samþykktar 15 milljónar króna fjárfesting til Stykkishólmsflugvallar þar sem brýn nauðsyn er á slitlagi og styttingu brautar. Má segja að framkvæmdir sé í samræmi við þá stefnumótun Stykkishólmsbæjar sem unnið er að núna og hugsanlega líka þær tækniframfarir sem eru að eiga sér stað í flugsamgöngum og þá vil sérstaklega nefna þá flugvélar sem að muni í framtíðinni ganga fyrir rafmagni sem er spennandi þróun. Nú í samþykktri samgönguáætlun er jafnframt engin breyting á fyrirhuguðum hafnarframkvæmdum hjá Stykkishólmshöfn samkvæmt þeirri tillögu sem var lögð fyrir þá í haust, bæði hvað varðar smábátaaðstöðu árið 2021 sem er enn á dagskrá þá og endurspeglar í fjárfestingaráætlun Stykkishólmsbæjar og lengingu Hafskipsbryggju sem er samkvæmt áætluninni og hefst árið 2023 og er endurspeglast einnig í fjárfestingaráætlun Stykkishólmsbæjar. Takk fyrir þetta, Jakob. Þetta greina góða yfirlit. Orðið lust minnispunkta bæjarstjóra. Lárus Ásmark, gerðu svo vel. Forseti, þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð á punktum. Það var nú svo sem að taka margt fyrir svona, þetta er bara verulega jákvætt og ég vil bara nota tækifæri og taka aftur upp það sem kemur fram. Ég er mjög sammála því að bærinn er mjög vel hirtur núna. Mér finnst það bara athyglisvert og ég hef meðal annars komið að máli við vegstjóra og við hefum bara hampað því og vera glöð með það og það er líka gaman að við erum að fara að nota fjölnota poka og margt fleira. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Já, ef það er ekki fleiri sem að hverja sér hljós. Þá komum við að síðasta liða dagskrá, liðið 33. Umboð til bæjarráðs í sumarlegi bæjarstjórnar árið 2020. Forseti bæjarstjórnar gerir það tillögu sinni að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði haldinn 27. ágúst næstkomandi og að bæjarráði verði veitt fullt umboð til fullnaðarafgreiðslu mála í samræmi við 4. málsgrein 80. greinar 1. og 2. málsgreinar 33. greinar samþykktar stjórn Stykkishólmsbæjar. Hverju er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá slít ég þessum fundi
fyrsti fundurinn sem við sendum beint út, sem afar ánægjulegt. Og ég þakka samstarfið í vetur og tek undir með bæjarstjóra að þið hugið að sóttvörnum og passið ykkur og hvort annað. Og ég er frá ánægilegt sumar. Og þá slíti ég fundi. Takk fyrir góða fundarstundu.